Stjarnan sem setti hefur upp fyrir hver jól hér á toppi Sementsgeymana á Akranesi á sér merka sögu. Ketill Bjarnason vann lengi í Sementsmiðjunni og hann veit sögu Stjörnunnar að hluta. Ketill, það var Guðlaugur Helgason bifvélavirki þekki sem á veg að vanda þessari stjörnu. Jú, það segir sagan sko. Hann var að vinna hérna sko á byggingatímarum og hann smíðaði fyrstu stjörnuna og notaði svo við hana sko þvottavélamótor. Þannig að hún snýst ekki í heilan hring, hún fer svona fram og tilbaka eins og þvottavélamótorar gera. Já, hún gerði það sko. Hérna efst uppi lítur nú taka á sig mikinn vind, hefur það aldrei haft sín áhrif? Jú, það hafði sín áhrif sko, því að þessi stjarna sem að Guðlaugur smíðaði, hún sko fór í veðri, lagðist út af sko. Og þá var hérna farið í endurnýja búnaðinn. Smíðuð ný stjarna eitthvað? Það var smíðuð ný stjarna og svo var sett nýtt drif við hana líka. Og þvottavélamótorinn hefur gefist upp? Já, þvottavélamótorinn gafst upp en við tók hérna hásing undan gamlu Moskvít og rafmótor. Hvernig góð það til að koma hásing undan gamlu Moskvít hérna? Já, okkur vantaði bara eitthvað til að snúa þessu. Hann var með mér í þessan Sigurður hérna Guðmundsson á Akrafelli og við fórum upp á Hauga og fundum þessa hásing og löguðum hana svo til. Þannig að þetta var orðið ansi sterkur búnaður. Og hvar er svo hásingin og mótorinn? Það er hérna í turnhúsinu, bara rétt fyrir neðan stjörnuna. Þannig að það er sábúnaður inni. Og síðan bara öxull upp eða eitthvað? Svo er öxull upp, já. Með þéttingu við húsið. Þetta vekur athygli þessi stjarna. Ég tók eftir í eitt árið, þá var hún ekki komið mjög snemma upp og bæjarbúar voru farnir að kvarta. Já. Sko það var meðan að Knútur Ármann var hérna rafvirki, þá hafði hann alveg sko fasta regla á því að það var kveikt á stjörnunni 12. desember. Svo breytist þetta bara með öðrum herrum sko. En hún hefur alltaf verið kveikt á henni sko vel tímalega fyrir jól. En það næðir okkur hérna uppi, Ketill, er ekki svolítið mikið verk og erfitt stundum að skipta perur í þessu? Jú, það er nú rafvirkjarnir sko, þeir sáu alltaf reksturinn á stjörnunni, það er að segja fyrir utan uppsetningum. Og skipta perur og svona sjáum að hún væri gangandi. Hér er ekki liftaðan eða þeir að þetta príla upp alla stigana og leggja svo á 4 fætur eða eitthvað? Já, það var örugglega oft slegist í misjöfnu veðri, ég veit það. Hægt að leggja stjörnuna niður? Það er hægt að halla henni niður og í lárétta stöðu. En það er alveg sama, sko, þetta var oft erfitt á tíðum sko, í veðri. En það var bara metnaðurinn var svo sterkur fyrir þessu, þetta varð að lifa. Heldur við höfum eftir að sjá þessa stjörnu ókomna tíð, jafnvel þó að það breytist hérna meira hjá Sementsmiðjunni? Já, nú veit ég ekki. Það er náttúrulega spurning hvað þessi síló og þessi síló og pökkunarstöðun og þetta hvað það verður lengi. En ég held að það meðan að það er þá verður stjarnan trúlega upp á. Stjarnan hér upp á Sementsmiðjuturnunum er talsverð sig. Hún er 3,20 metrar milli armanna og það er eins og hún hafi smitað út frá sér í útiskreytingum Akurnesinga. Minnstakosti 2 aðrar stórar stjörnur eru hér hátt á húsum og svo hefur Akraneskaupstaður líka hengt stjörnur allan bæ. Við skulum skoða þetta aðeins.
Já, það má núna segja að allir þeir sem eitthvað framleiða í sveitum landsins séu komnir hingað í Hörpu í Reykjavík. Í þessu stóra félagsheimili nú alveg múr og margmenni. Allir að smakka afurðirnar eða bera á sig krem eða kaupa eitthvað. Það nóg að gera hjá fólki við að selja sínar afurðir. Og sumir eru bara búnir að selja náttúrulega allt frá sér. Við skoðum básana hjá nokkrum þeirra sem við höfum verið að tala við í þáttunum hjá okkur á undanförnum. Arnheiður Hjörleifsdóttir og Bjarti Sandi, það er greinilega fullt að gera hjá. Við ætlum alla að komast að hérna. Nei, það er búið að vera rosa mikið fjör í dag, rosalega skemmtilegt. Fullt af fólki og bæði framleiðendum og gestum. Mikil sala? Já, heil mikil sala. Þetta er að mér skilst alveg að slá öll met. Þetta er bara þriðja skipti sem þetta er haldið með þessum hætti. En hérna hefur verið svona stigvaxandi. Það verður oft verið haft á orð að fólk komi bara á svona markaði til að smakka, sko, en það er að kaupa líka. Það er að kaupa helling líka. Þetta er líka, kannski er fólk að koma gagget, en það er eins og til okkar. Þú veist, það er bara búið stólinn og koma og kaupa jólasteikina. Þannig að það er að koma til þess að versla mikið. Það er nú vinsælast til það. Það er tvennt sem stendur upp úr. Það er tvíreikta hangikjötið og síðan er það svínakjötið. Sérstaklega svona, já, reyndar bæði reikta og ferska. Já. Fólki finnst það öðruvísi talsvert svínakjöti hjá þér, það sem að gengur út í svínin? Já, og við erum með svona bara ákveðna fasta kúnna sem er hérna í Reykjavík og stóla og við komum á þennan markað, þá getið hann nálgast kjötið sitt hér. Og þetta er náttúrulega ennþá, höfum við þá sérstöð að við erum eini aðilinn sem er að selja þessi útisvín, eða þessi kjöt af útisvínum í dag. Þannig að það er ekkert auðvelt að nálgast þetta annar staðar. Svona villisvínakjöt? Já. En ertu þá með nóga birgðir? Verður ekki að fara að byrgja upp hættu? Já, þetta er náttúrulega selst allt upp hérna í dag og morgun. Það gerði það í fyrra og það gerði aftur núna síðu. Jóhanna, nú ertu komin hér á markað með afurðirnar í Hörpu. Hvernig gengur? Það er rosalega vel. Það er búinn hvítmjólkurosturinn til dæmis bara á þessum örfáu klukkutímum og matvaran rennur út og kremin alveg, það er mjög góðar viðtökur. Þannig að fólk kaupið mikið hérna? Já, það virðist gera það. Mjög áhugasamt. Það er ekki bara komið til að smakka? Nei, alls ekki. Og þær sem að smakka þeir kaupið yfirleitt. Og eins er við erum að kynna náttúrulega búið og safna undirskriftum til stuðningsbúsins og það hefur gengið alveg rosalega vel. Margir búin að taka geit í fóstur eða eitthvað? Ekki í dag en þeir taka bæklingin til að hringja seinna. Það vilja koma og velja geitina. Þannig að það eru minnst 5 búnir að ákveða að taka í fóstur í dag. En er osturinn þá vinsælasti hjá þér núna? Já, osturinn og pilsan og kremin. Það er vinsælast. Og skinnin, ég er búin að selja 5 geitaskinn. Þannig að það fótast. Það er ágætt og ekki fleiri klukkutími með þetta. Er þetta alltaf svona á þessum mörkuðum? Kemur alltaf svo mikið af fólki? Sko þetta er náttúrulega stærsti markaður sem haldinn hefur verið á Íslandi. Þannig að þetta er alveg rosalega gaman að sjá mætinguna. En það var jólamarkaður í fyrra líka sem ég var á inn við búrið og þar komu held ég 6.000 manns og það er við hefum vonað ennþá fleiri núna. Menn tala oft um það að séu svona 10-20.000 Reykjavíkingar sem verða að hafa eitthvað að vera helgar. Eru þeir allir að koma hingað? Þessa helgi hugsa ég gerir það. Það er mikið á tónleikum hérna núna, bæði í dag og morgun. Og ég miða við þennan fjölda sem komin er nú þegar að þá hef ég grunum að það gæti alveg komið 10-12.000. Halla Steinunnsdóttir, ytri í Fagradal í Dölum. Þú ert búin að selja vel hérna, það er alltaf klárast hjá þér eða ekki? Þetta gengur bara mjög vel. Þetta er líka hérna svolítið sérstakt sem að við erum með núna þessa helgin allavega. Við erum að prófa þetta bara, þetta var bara að koma úr Reyk í gær þannig að ég bara brunnaði Blönduós og keyrði þetta suður eftir. Og það sem við erum að prófa núna er að við í samstarfi við saltverk á Reykjanesi sem að býr til besta saltið náttúrulega og þá höfum við tekið pækilinn þaðan og lagt hangikjötið í hann og síðan bara reykt í kjötvinnslunni á Blönduósi, já SAH afurðum. Þetta sjávarsalt að það er nóg til að krydda hangikjötið eða? Já, ég tek bara bara saltið, ekkert annað, engin litarefni, engin rótarefni önnur en saltið, þannig að það er bara saltið eins og það kemur fyrir og ekkert annað. Eru margir búin að koma að smakka hjá þér? Þetta vekur gríðarlega athygli sem náttúrulega er ekki nema von því þetta er mjög skemmtilegt. Gefum skemmtilegt próf, gera svona athugun á þessu. Nei að þú hefur ekki haft næga birgðir með þér?
Ekki af sáðinu, en það til nóg til sölu, þannig að það ekki málið, nóg til. Kom þetta þér á óvart, viðtökurnar? Já, svo sannarlega, þetta var og þó, þegar það besta lambakjötið, lífrænt ræktað, saltið, bara hreinn sjór upp úr Ísafjarðardjúpinu og síðan bara besta kjötvinnslan, þannig að þetta getur ekki klikkað. Þetta ekki alveg þessi lamba einhver leit á hvönn líka? Hvannalömbin eru ekki þetta árið, þau eru farin eitthvað annað, en jú, ég ekki alveg saklaus af því en þau eru ekki í þessu. Ég myndi ekki reykja hvannalömb, þau eru bara alveg spes eins og þau eru. Þau þurfu ekkert krydd? Þau þurfu ekkert krydd, nei, þau eru náttúrulega alveg yndislega eins og þau eru. Ja, Gunnar, nú ertu komið með afurðirnar úr Reykhöllinni á Rifi í Hörpu. Hvernig gengur salan? Selurðu eitthvað? Já, gengur bara mjög vel. Hvað nú vinsælast af öllu þessu? Lambahjörtun þegar hún farin og svo raumaginn og snakkið. Þessi lambahjörtu, þetta ekki alveg nýtt hjá þér? Jú, þetta alveg nýtt. Bara, ef það engi gert það fyrr. Hver kúnstin á baku þetta? Það bara saltaðu rétt og þurrkaðu og reykjaðu. Þau eru tvíreikt. Þau eru tvíreikt, þannig að þetta bara borðað eins og snakk. Já, eða sem forréttur og mjög gott ofan á brauð. Hvað annars svo sem fer mikið af? Það snakkið, fiskstjörki, ufsasnakk. Báðar tegundir af því? Já. Fólk alveg ófeimnir að smakka og prófa? Já, ég læt sér bara vaða í þetta. Kemur mörgum óvart eða ekki? Já, sérstaklega hjörtun og eins snakkið sko, bara trúaði ekki að þetta sé unnið ufsa. Áttirðu vona á allavega þessu fjölda hérna? Nei, ég átti ekki vona svona miklu. Það bara búið að vera alveg stanslaust síðan 11 í morgun. Og svo morgundagurinn á netti líka? Já. Þetta verður blátörn, heldur þú að hafa tekið nóg með þér? Nei, ég hugsi klári, ég verði bara ekkert hérna morgun. Ég verði bara búið með þetta. Árið 2004 keyptu þau bújörðina Steðja við mynni Flókadals, þau Dagbjartur Aralíusson og Svanhildur Valdimarsdóttir. En 8 árum síðar, árið 2012, byrjuðu þar að brugga bjór og nú eru þau meira að segja farin að flytja út jólabjór. Hvernig kom það til að þú fórst að brugga bjór hér? Þetta var rauninu bara áhugaverð hugmynd sem að okkur bauðst, okkur hérna á Steðja, og við áttum húsnæði til staðar og vildum gjarnan færa vinnuna nær okkur. Þannig að við stukkum á þetta tækifæri og kannski í staðinn fyrir það að vera með hefðbundi búskap, það er að segja sauðfé eða kaupa kúakota eða það nú líka, þá ákveðum bara að skella í brugghús. Voruð þið með eitthvað búskap áður svona hefðbundin? Svona hobbybúskap, nokkuð kindur og hesta og hænur og svona þvíumlíkt. Því var öllu fórnað fyrir þetta. Því var öllu fórnað og hvaðan komu þessar vélar sem þið verið með hér? Þessi tæki fengum við frá Stykkishólmi. Það var sem byggðastofnun sem seldi þetta fyrir 1,5 ára síðan og við ákveðum bara að stökkva þetta ævintýri og flytja þetta inn í Borgarfjörðinn. Vorum svo lukkulega að fá bruggarinn sem var þar í restina og hann flutti með græjunum, þannig að við rauninni bara tengdum tækin og hann lagði í fyrstu lögnuna. Þetta gekk rosalega fljótt fyrir sig. En voruð þið nýsest að hérna á Steðja þegar þetta byrjaði þetta? Nei, við kaupum jörðina 2004. Ég hef verið að starfa við bílasölu í Borgarnesi frá 99. Þetta var svona ágætt breyting að prófa eitthvað nýtt, svona ákveðin ævintýra mennska. Gaman að segja frá því að ég drakk mér ekki bjór fyrir 1,5 ára síðan, þannig að þetta er svona lærst, má ég segja. Ég get drukkið bjórinn okkar með góðu móti. En bruggmeistarinn segir hann er þýskur? Hann er þýskur, já. Og þar af leiðandi erum við með svona þýskt þema í bjórunum okkar. Bruggum eftir þýskum hreinleikalögum sem að kallast Reinheitsgeboten, sem eru frá 1516 og erum svolítið í þeim fasa. Gerum út og hreinleika og tærleika og gerum sniðið sem bjórinn, þannig að hann á betri endingatíma. Hefur þá farið til Þýskalands eitthvað að kynna þetta eitthvað? Já, við höfum farið í tvígang núna til að skoða þetta og fengið frekari hugmyndir, þannig að það er ýmislegt í pípunum hjá okkur. Vonandi getum við sett eitthvað meira markaði núna næstunni. En þið hafið líka verið að flytja svolítið út á bjór.
Hvað farið að flytja bjór hérna til Danmerkur til dæmis eða ekki? Jú, við sendum eina sendingu í nóvember af jólabjór og reyktabjórnum okkar. Fór til Danmerkur, hann fór í svokallega pröfur þar og hefur mælst mjög vel fyrir. Eins hefur jólabjórn okkar farið til Svíþjóðar og Þýskalands og mælst mjög vel fyrir. Og svo nú nýjasta dæmið er hérna Portsmouth á Englandi. Þar hefur verið að opna bar með svona íslenskt þema og þau vilja endilega taka inn bjórinn frá okkur, alla línuna. Hvernig duttuðu mér að fara að flytja út bjór? Þetta gerir svolítið í gegnum heimasíðun okkar, steyði.com, og svo þarf maður svolítið aktífur á netinu að reyna að kynna sig og koma svo að framfæri við þessa svokallu bjórmenningu sem gerist þar, alls þar út í Evrópu. Fólki frá Englandi kom til Íslands og smakkaði reyna bara bjórinn hjá okkur í Reykjavík, sett sig í samband við okkur og kom að skoða það síðan setja mig. Þannig að þetta gerist allt hægt, þetta allt í fyrstu skrefum og spurning hvað borgar sig að gera, en það væri mjög gott að ná öðru markaði líka svona með þessum íslenska. Er það ekki eiginlega hámarkið að komast inn á svona þekkta bjórmarkaði eins og í Danmörku, Þýskalandi og Bretlandi? Er þetta ekki nánast eins og að flytja kaffi til Brasilíu? Það má svolítið segja það og gaman að Danir taka rosalega vel í bjórinn okkar. Finnst það mjög góður. Það kom til að mynda starfsmaður frá The Royal Crown sem er mjög stórt bjórverksmiðja í Danmörku og fannst bjórinn okkar afburða góður, bara með þeim betur sem það smakkar, sérlega jólabjórinn. En svo þegar við fórum að tala um framleiðslutölur og hvernig það væri, þá framleiða þeir á svona 2 klukkutíma þar sem ég get framleitt á ári. Þannig að þetta er svolítið gaman að því. Við reynum að stíla inn á góða bjór og góða vöru. En er þetta ekki svolítið erfiður markað þá, fyrst að framleiðslugetan er ekki meiri? Jú, markaðurinn er gríðarlega harður. Þessum segir það það væri mjög gott að fá markað erlendis svona til hliðar við íslenska markaðinn, þannig að þetta væri svona svolítið stabíl rekstur. Nú hafa margir kvartað yfir því að jólabjór, hann sé alltaf til jólinn, hann er yfirleitt búinn áður. Hvernig stendur á þessu? Það er fyrst og fremst vegna þess að áhættan er framleiðandans, má ég segja. Við leggjum upp með viss mikið af bjór. Ef hann selst ekki, þá tökum við hann allan til okkar aftur. Það er áhættan okkar. Og ef við getum ekki selt hann, þá þurfum við hreinlega að hella hann niður. Þannig að við pössum okkur reyna að vera svona nokkuð jafnvægi það hvað við höldum að muni seljast. Og fyrir nýliða hlýtur að vera vonda áætla hvað selst? Þetta er svolítið eins og setja puttan upp í loftbor og sjá hvað vindátt er. Jú, það getur verið mjög erfitt. En það hefur reynst ágætlega hingað til samt sem áður. Þetta hefur vaxið hjá okkur hérna? Já, vaxið gríðarlega og eins og með jólabjórinn, það er á að gríðarlega sala í honum í fyrra. Aukningin er yfir 300% í ár, þannig að við kvörtum ekki við því. Það er mjög vel út. Anna Leif Elídóttir, verkefnastjóri hjá Akraneskaupstað. Ertu búin að fá marga hópa hér í heimsókn í baðstofuna núna á aðvendunni? Já, ég er nú ekki búin að tína saman hópana, en í seinustu viku fékk ég 203 krakka og í þessari viku svona er cirka 70 börn. Þannig að þetta eru svona 1 til 4 hópar á dag. Og hvað? Leikskólar og grunnskólar? Leikskólar og grunnskólar. Og allt á Akranesi? Já, þau komu vikuna áður krakkarnir í Hvalfjarðarsveit. Þannig að þau skoðuðu safnið en komust ekki í baðstofuna, hún var ekki tilbúin. En hvernig taka krakkarnir þessu fróðleik sem hún bara? Þau eru mjög áhugasöm. Hóparnir eru náttúrulega mjög mismunandi, en þau eru mjög áhugasöm og spyrja mjög mikið og vilja fá að prófa að leika sér með dótið frá í gamla daga og þekkja öll Ask. Mér finnst það svolítið skemmtilegt. Flestir hóparnir hafa þekkt Ask og ég er með föru og ég er með pott og svona, en ég get sagt þeim aðeins frá jólasveinunum. Uppruna nafnanna? Já, uppruna nafnanna. Og svo segi ég sögur af jólasveinunum og ég segi að Giljagur hafi gleymt vettlinguna sínum hérna hjá mér og þau fá að máta þá og svona. En eru þetta einhverja svona sögur þekktar sem þú sækir í eða eftir að spinna þetta bara upp sjálf? Já, ég er bara að spinna þetta upp sjálf. Ég er að segja frá bara lífinu eins og var í baðstofu í gamla daga. Segja síðan svona sögur sem ég bjó til inn í þessa baðstofu hér. Og þau lifa sig öll inn í þetta? Já. Og spurja náttúrulega mist mikið og svona og svo enda ég gjarnan á því að láta annað hvort fara með þulu fyrir mig eða syngja eða eitthvað svoleiðis.
Nú er þetta breiður aldurshópur kannski frá 34 ára Já. upp í bara 16 ára. Nei, þetta er yngsta stigið í grunnskóla. Þau eru búin að vera að koma frá 2-3 ára og upp í 4. bekkur var elst, 9 ára. Það var fyrsti hópurinn og það var þau skoðuðu þetta náttúrulega með allt öðrum augum heldur en yngri krakkarnir og voru svona forvitin þetta og vissu mikið og svona. Og þú ert með hangikjöt hér, Já. væna flísa, feitum sauð, er þetta að fá sér hérna? Já. Og hvaðan kemur þetta? Þetta hangilæri kom hann kjötkrókur með handa mér og skildi eftir handa mér. Þetta er tvíreitt hangilæri sem ég leyfi krökkunum að smakka og þeim sem vilja. Það er ekkert öll sem vilja. Lista á þessu öllu blessaður? Nei, hann greinilega hefur haft bara augastað á öðru einhverju þegar hann skildi þetta eftir hérna. En það er ekki meira hjá þér í þessari baðstofu fram á jólum með þetta? Nei, nú er seinasti skólahópurinn kom áðan og nú er sýningin verður samt uppi þannig að fólk getur komið og séð hana. Við erum jafnvel að velta því fyrir okkur að leyfinni að vera í einhverju mynd Þorranum því að þetta tengist náttúrulega Þorrafræðsluna líka fyrir skólana. Og, hann passar. Og svo vonandi komum við til með að þróa þetta áfram og svolítið púsla við þessa baðstofu. Hvað er það að gera núna? Hvað voru að sjá hérna á? Rúmið hennar, heldur það? Heldur þú að sofa það? Nei. Þú sefur ekki þetta, samt er þetta rúmið hennar. Þetta er ekki rúmið hennar. Nei, þetta er ekki hennar. Þetta var bara í gamla daga. Þekkið þið alla jólasveinana? Ég þekki alla jólasveinana og ég líka. Hvaða jólasveinn kom í nótt? Skýrgamur. Skýrgamur í nótt, já? Já. Hann gaf mér skopp og skrýkka mín. Já. En fyrst þú í skóinn frá Skýrgamur? Já. Ég hef Ingibjörnsmyndir. Já. Ingibjörnsspil. Einmitt. En eru þið voða þæg og góðbúna fyrir jólum? Já. Ingibjörnsspil. Eru þið ekki líka alltaf þæg og góð? Ingibjörns. Krakkar, Ingibjörns. eru þið ekki alltaf þæg og góð? Jú. Allir svo að borða góða mat á jólum? Já. Þegar jólin eru komin, þá er mamma að elda jólamat. Hvaða mat ætlar að borða á jólum? Mér kannski grjónagraut. Kannski grjónagraut? Já, hann er góður. Eða hangikjöt. Nei, ekki hangikjöt. Hangikjöt, ég elska hangikjöt. Nei, ekki hangikjöt. Hvað gerðist á jólum? Maður fann jólagjafir. Það var jólagjafir, ekkert meira? Jú. En í eldgamla daga? Það er jólatré, þá er jólatré. Mamma mín en í gamla daga. Hvað gerðist þá? Pabbi minn er að kaupa jólatré þegar ég er búinn í listmannum. Er það? Já. Það er með honum? Nei. Já, krakkar, er búið að vera gaman að skoða þetta? Já. Ef þú ekki að segja bara gleðileg jól. Gleðileg jól.